Það sem við ætlum að gera núna að leggja 3 kapla. Við ætlum að nota þennan rofa hér til að kveikja þetta ljós. Og þá þarf kapal hér upp, það þarf kapal hérna í ljósið og það þarf kapal hérna í töfluna. Og nú verðum við að passa okkur á því að vera ekki að sóa kappinu, maður er ekki að bröðla með hann. Þetta er kopar, kopar er frekar dýrt efni og þetta er ekki klósettpapír. Þetta er ekki hægt að spæna þetta niður og henda bara í ruslið. Þannig að við mælum hvað við þurfum langan bút hérna. Og hérna eru, hjá mér, eru 50 cm hérna á milli. Gulgrænn, blár, brúnn og svartur. Og ég mæli bara hvað ég ætla að taka langt hérna. Svo ætla ég að afeinangra hérna 10 cm. Rúmlega. Og svona cirka hér. Ég þarf að leggja hann hérna mjög fallega, beint og fallega hérna upp. Byrja bara á að gera svona. Og ég ætla að láta ná svona það byrja sentimeter inn í dósina. Ekki meira. Og það er langbest að vera búinn að afeinangra áður en maður setur kapalinn í. Og þau munið hvað ég sagði, finna ykkur bara stjörnuskruðan, stinga gat hérna. Og þið sjá að ég er búinn að vanda með að setja dósan upp lóðrétt og fallega hérna. Taka hallamálið niður svo það hringir upp á gólfið. Kapallinn hér í. Svona. Svo þarf ég passlega kapalspennur. Þess að smella fallega á hérna. Og af því að þetta snýr svona þá reynir ég að snúa þess eins, það er yfirleitt fallegra. Ég þarf alltaf að festa kapalinn hérna einhvers staðar nálægt dósinni. Þetta er nú frekar auðvelt því að frekar auðvelt að gera þetta beint af því ég er með laserinn á þessu. Það er rosalega gott að vera með svona laser þegar maður er að bara alltaf þegar maður ætla að reyna að gera eitthvað beint. Hérna niðri verði ég að festa kapalinn líka einhvers staðar nálægt rofanum. Síðan gerir maður þetta yfirleitt einhvern veginn svona að kannski eina í viðbót og svo jafnar maður bilið á milli. Ég geti náttúrulega mælt þetta bara hérna. Þetta eru 40 cm, þá er þetta nú bara 10 cm á milli. Það er ekki flókið.
Kapallinn nær hérna alveg akkurat við hérna. Síðan eru vírarnir bara tengdir hérna í. Ég ætla ekki að sýna ykkur hvernig það er gert á vídeónu. Þið eigið að vera með teikningar af því og hérna geta fundið út úr því sjálf. Það er mjög áríðandi að þið geti gert það sjálf. Og þurfum við aftur að mæla hérna. Svona. Það er komin hingað. Og svo tökum við, alltaf þegar við tökum kapal inn í töflu, þá er mjög góð svona regla að kapallinn, að vírarnir nái hingað. Þannig að við erum að tala um að þessi bútur sem ég það núna, hann ná að vera meter. Ég hugsa að það dugi hjá okkur öllum. Þetta er 3 víra kapall, það dugar í þetta 3 vírar. Einn metrar í, nokkur sentimetrar í viðbót. Nú er komið að restinni af kapallögninni. Það verður nú svolítið hraðspólað í gegnum þetta því að þið kunnið að gera þetta. Hérna er þessi rofi hér á að kveikja þessi ljósi. Þessi tvöfaldi hérna á að kveikja þessum tveim. Þessi á að fara inn í töflu og kveikja á einhverju dóti þar sem kemur tilbaka hérna. Þessir 2 hérna eru samrófar, þeir virka á þetta ljós og þetta. Þannig að í þessa rófa og hingað upp kemur 5 sinnum kapall. Í þennan rófa hér og hingað upp 4 sinnum kapall. Þessi hér 5 sinnum kapall. Þessi hér 4 sinnum kapall. Hérna þessi kapall er 3 sinnum. Og þið sjáuð að hann nær. Þið þurfa að ná svona cirka hingað niður og þá nær þetta í að tengja hvað sem er hérna. Og þá sjáum við alveg hver kapall á að fara. Það þarf að taka úr þessum ljósum eins og öllu öðru þangað til að kapallinn fellur hérna fullkomlega inn í. Svona, og þá fellur þetta fullkomlega að, alveg sem það á að vera. Í þetta ljós eru 3 vírar, 3 víra kapall, brúnn, blár og gulgrænn. Í þetta ljós er 5 víra kapall, brúnn, svartur, grár, blár og gulgrænn. Í þetta ljós eru 3, í þetta ljós eru líka 3. Og það kemur í ljós. Þegar þið tengið þetta af hverju þetta er svona, en þetta er nóg.